Komið sæl og verið velkomin á Heimilið, þátt sem fjallar viðhald og rekstur þess og hvernig við getum sparað og aukið nýtni og ráðdeild þegar það kemur að þessum stóra lið í útgjöldum okkar og lítur að heimilunum. Við fáum til okkur marga sérfræðingar þessu sinni til að fjalla sparnaðir varðar tryggingar, hvernig málum við húsið okkar að utan, hvernig spörum við í notkun á raftækjum. Við förum líka flokka sorpið okkar og fjöllum tollana sem skipta miklu máli þegar það kemur að innkaupum á nauðsynjavöru. En við ætlum að byrja á leiðilegum atriðum sem lúta að rakaskemmdum heimilum og myglusveppi sem að plaga margan landsmanninn. Gjörið svo vel. Já, hugum sé fyrst að blessuðum myglusveppnum og rakaskemmdum í húsum sem geta haft ófyrirséðar afleiðingar og slen fylgir því oft og tíðum að búa eða starfa í húsum sem eru skemmd. Silja Dögg Sigurjónsdóttir hjá Eflu þekkir myglusveppinn og rakaskemmdir í þaula og þú hefur fjallað þetta opinberlega víða. Þetta búið að vera gríðarlega mikið umræðinu síðustu daga, vikur, mánuði og ár. En myglusveppurinn og rakaskemmdir hafa svo sem fylgt okkur og verið hérna í landinu væntanlega löngu áður en við byrjum að byggja þetta blessaða land. Af hverju þessi umræða núna svona ofboðslega áberandi? Bara fólk orðið meira á varðbergi gagnvart myglusveppi og rakaskemmdum? Já, það má eiginlega segja að það sé þekkingin fyrst og fremst sem það sé búin að aukast. Við erum, sem segja, 10 til 20 árum eftir nágrannalöndum okkar. Já, það svo? Já. Þannig að þegar fólk fer að átta sig á því að þetta slen og flensueinkenni og annað tengist viðveru í ákveðnu húsnæði, þá fer fólk að óska eftir að grípa vel til aðgerða. Ég held að það sé það sem að koma fram núna og síðan eru breytingar, það hækkun og raka í lofthjúp og við erum að nota önnur efni og við erum að flytja inn nýbyggingarefni, þannig það ýmislegt sem að breytast. Hugum fyrst að einkennum, maður annarkvort staddur heima hjá sér eða í vinnunni og maður finnur til fyrir sleni. Hver eru helstu einkennin? Hvenær á maður að átta sig á því að það eitthvað að? Til dæmis ef þú ert með myglu á vinnustað, eins og við tölum rakaskemmd, það margt sem fylgir myglu á bakteríur og útgufun og annað, þá það þannig að þú mætir í vinnu til dæmis á mánudegi, þú ert þokkalega hress á sunnudagskvöldinu og upp úr hádegi þá ferðu að finna fyrir hausverknum og lifverkjunum og hálsbólgunni og eftir hádegi þá má eiginlega segja að þú haldir ekki einbeitingu eins og þú ert vanur að gera. Og það svona fyrsta merkið. Svo næstu helgi þegar líður betur. Því það ekki til neitt einfalt próf hjá lækni til að athuga þetta, þannig að maður þarf eiginlega svolítið að hlusta á hvernig mann líður. Þetta svona óútskýrð þreyta. Já, þetta óútskýrð þreyta, akkurat. En svo kannski næsti maður á borðinu fyrir fram að því, hann kannski einkennalaus? Hann getur verið einkennalaus. Við reiknum með 20 til 25% í rakaskemmdu húsnæði sem finnur til slæmra einkenna. Hinir geta fundið til smávægilegra einkenni við daginn sem fara leið og fara út. Já. Og þetta hittir fólk alveg eins fyrir þó að það sé heilsuhraust? Já, við erum að sjá afreksfólk í íþróttum sem að hugar að mataræði alla ævi og hreyfi sig. Það getur hreinlega steinlegið við það að flytja í íbúð með rakaskemmdum. Fólk sem hefur alltaf verið hraust, þannig að þetta leggst ekkert á og í rauninni sem við segjum þetta spyr hvorki stétt í stöðu. Nei. Hver það sem og við vitum það ekki fyrirfram. En margir skrifa þetta á blessaðan myglusveppinn, Silja, en við eigum kannski frekar að tala almenna rakaskemmdir. Þetta ekki bara blessaðan myglusveppurinn sem að valda usla. Það akkurat málið. Við sjáum yfirleitt mygluna í þau fáu skipti sem hún reyndar sést. Hún sést bara í 20% tilfella. En þegar við sjáum eitthvað þá það myglan. En það bakteríur og örverur og smádýr og annað og útgufun frá efnum og útgufun frá þessum lífverum. Það eiginlega efnasúpa, gefur frá sér ýmislegt, gró og annað, þetta safnast upp inni, þannig að styrkurinn eykst innandyra. Utandyra mygla líka að vaxa, en þar himinhvolfið að þynna út afleiðingarnar og hreinsa. Þannig að þetta efnasúpa sem helst myndast í raka? Bara við raka. Já. Það verður að vera raki til þess að myglan á að vaxa. Gró, myglu, berast með okkur á hverjum degi út allt. Við berum þau á skónum og fötunum okkar inn í húsnæði. Þau lenda undir gólföfnum þegar að leggja þau inn í veggjum þegar að loka. Þar bíða þau og valda okkur ekki óþægindum í því ástandi. Þegar að rakin kemur,
þá byrjar ballið. Þá vex upp og bakteríurnar fylgja með. Og við þetta bætist líka ýmis efni úr innviðum hússins sjálfs. Já. Þegar að byggingarefni blotna þá eykst útgufun frá þeim og það oft til dæmis í spónaplötum, formaldehýð og annað og þá eykst útgufun eins og við þekkjum til dæmis þegar hitnar inni hjá okkur, þá eykst þessi útgufun líka en það gerist líka í rakaskemmdum. Og þá þarf að ráðast að rótum vandans. Við tökum eftir fréttum til dæmis Íslandsbanka, þar hefur verið viðvarandi myglusveppur og rakaskemmdir í húsnæðinu við Kirkjusand og Íslandsbanki einfaldlega að flytja úr því stóra húsnæði. Við þekkjum dæmi úr Vodafone hér við Sundin Blá sem að flytja á annar stað í bænum út af skemmdum í húsinu og viðvarandi raka sem hefur lent illa á starfsfólkinu. Hvað hægt að gera? Í sumum tilvikum þarf ef til vill að rífa húsið og byggja nýtt, en hvað hægt að gera ef menn ætla að halda við núverandi húsnæði? Hægt að hreinsa óvarinni burt? Við hér Efli segjum, það allt mögulegt. Alltaf. Þetta alltaf spurning hversu langt þú átt að ganga og hvað það kostar. Það það sem máli snýst að því þú getur í rauninni, ef þú gengur nógu langt og fjarlægir rakaskemmdu byggingarefnin, þá erum við að sjá að við erum að ná árangri með tillit til heilsu. Við miðum auðvitað árangurinn alltaf við það að fólk getur verið í húsnæðinu án einkenna. Hver ykkar almenna reynsla af því að ná óvarinu rakanum burt? Já, það fer eftir því rauninni hvernig húsið uppbyggt. Ef við erum að tala gamalt hús með langvarandi leka, þá eru framkvæmdir yfirleitt orðnar það kostnaðarsamar, það borgar sig ekki. Þannig að við erum búin að sjá það mygla að vaxa í holrými með steypu og þar eru geislabakteríur líka sem eru nú ekkert betri fyrir okkur, eða fyrir inn í loftið. Og við þurfum að fjarlægja þetta allt til þess að ná árangri. Öðruvísi, og rannsóknir hafa sýnt að öðruvísi fáum við ekki þá stöðu að fólki líði vel. Og eins og við segjum alltaf að húseign einskis virði, ef við getum ekki verið þar og liði vel. En þetta að stytta sér leið, þetta að fara hálfa leið, þetta að minnka rakan og segja bara að það sé nógu gott? Þegar komið rakaskemmdina, þá ertu með fullt af afleiðum og öðrum sem ekki lifandi. Þú þurrkar það upp eða úðar einhver á. Þannig nærðu ekki árangri. Af því í fyrsta lagi erum við ekki alltaf við að drepa eitthvað því þetta ekki allt lifandi sem veldur þessum viðbrögðum. Og í öðru lagi þá eru þessar agnir ennþá til staðar þó að þú þurrkir. Og þú rannsóknir einmitt sýnt að það eru sömu heilsufarslegu áhrif og jafnvel í sömu tilfellum verri þegar þú þurrkar þessi svæði. Þetta snýst alltaf líka tengsl við inniloftið. Því nær sem þetta okkur sem erum í rýminu eða í húsnæðinu, loftlekar og annað, ef það í næsta herbyggi og það loftleið á milli, þá hefur það áhrif í næsta herbyggi. Ef þú getur lokað fyrir loftlekarna, þá minnkar áhrifin líka. Tölum myglusveppi og rakaskemmdir í eldra húsnæði. Við tökum eftir því að það kannski eru rakaskemmdir í útveggjum eða botnplötu, mjög algengt. Hvernig hægt að taka á þeim vanda svo vel sé? Ef við erum með rakallins í gólfplötu, ef við tölum bara neðstu hæð til dæmis, sem drenlagnir eru ekki í lagi, þá erum við að tala að það kannski parkett og gólf með undirlag, þá myglan undir undirlaginu. Hún ekki parkettinu sjálfu, því undirlagi ver það. Og síðan oftast í efstu sentimetrunum í ílögn eða yfirbóðsefnunum. Sjaldnar í steypunni sem betur fer, en ef svo það þarf að brjóta þann hluta í burtu og það yfirleitt svæðisbundi, sá hluti. Þannig að við þurfum að fjarlægja myglu og það sem henni fylgir þessa rakaskemmd til þess að okkur líði betur. Og síðan vitulegt að flota yfir eða hvað á maður að gera til þess að fyrirbyggja frekari? Í framhaldi. Það náttúrulega stöðva rakan, komast að því, þetta drenlagnir, þetta skólp, þetta útveginarleikar, gluggarnirleikar, fara yfir það og stoppa, fjarlægja allt og síðan að byggja upp að nýju með að sjálfsögum með allar forvarnir, það sem þetta snýst. Og það sem við erum að sjá líka að það má heldur ekki fara styttri leið í uppbyggingu og til dæmis að klæða upp með grind og ull
sleppa lagnagrind og setja gifs á útveggi. Það eitthvað sem við erum eiginlega, getum sagt að sé uppskrift af myglu. Og þið hjá Eflu hafið einmitt verið að fjalla í ríkari mæli forvarnir í þessum efnum fyrirbyggjandi aðgerðir vegna þess að við erum jú eilíflega að byggja hús og krarnir eru hér í miklum fjölda allt í kringum okkur að reisa hvert húsi af öðru, ekki síst hótel, þessa dagana. Hvað segja fræðin í þeim efnum? Hvernig fyrirbyggjum við helst og best rakaskemmdir, myglusveppi og annað eins sem truflar líðan fólks? Við þurfum að byggja betri byggingar. Til þess þurfum við að byrja á þeim sem hanna og þeim sem framkvæma og síðan þeim sem nota húsnæðið. Og þegar við erum að hanna hús, þá ættum við að lágmarka alla hættu á rakaþéttingu og lekum eins og undir velja hentu byggingarefni til þess. Í framkvæmda skrefinu þá þurfa þeir sem eru að byggja gera reyn fyrir því að fyrsta lagi ef þú ert með timbur að velja það ómyglað í upphafi og skilja það og hlífa því á byggingarstað, loka ekki blautum þökum eða slíkt, verja það alla leið og það þarf eiginlega að hugsa þetta alveg í gegn því að við verðum eiginlega að horfast í augu við það að vandamálið hjá okkur hérna á Íslandi er bara mjög slæmt og við þurfum að taka okkur á. Þetta verra en við hvar annars staðar? Þetta virðist vera, við eigum því miður bara eina könnunur sem sýnir okkur að þetta á bilinu 30–50% húsa sem eru með rakavandamál og það bara held ég of mikið. Við ættum alveg að geta gert miklu betur. En við erum alltaf að gera sama vandamálið og sömu vitleysuna aftur og aftur. Sem hver þá helst? Þær eru svo margar. Ég veit ekki hvar ég ætti að byrja. En að þínu viti dýrara að vera með vaðið fyrir neðan sig og fyrirbyggja þetta með þar til bærum græjum, þar til bærum efnum og svo framvegis? Í upphafskostnaðin gæti hækkað eitthvað, en að sjálfsögðu það til lengri tíma litið alltaf betra og líka fyrir íbúana og þá sem að nota húsnæðið. Að lokum, Sylgja, nú ég kannski hinn dæmigerði kaupandi. Ég að velta fyrir mér að kaupa mér fasteign, annarkvort í sambýli eða fjölbýli eða einbýli. Ég mæti á staðinn með frúnni, förum að skoða herbergin og eldhúsi og stofuna, þessi dæmigerði gangar á því að skoða hús. En það kannski fáir sem hafa myglusveppinn og rakaskemmdir í huga. Sé ég þetta? Finn ég þetta? Hvað á ég að gera þegar ég kem á svæðið? Það ýmislegt sem þú gætir skoða. Fyrsta lagi að við erum ekki að tala alltaf bara myglu, við erum að tala rakaskemmdir. Og líka að vita það að hús skemmast í 70–80% tilfella út af raka. Og þú vilt kaupa eign sem heldur verðmæti, vænti ég, og að þið líði vel þar. Þannig að þú byrjar að skoða úti. Eru sprungur? Hvernig ástandið á gluggunum? Hvar eru rennurnar? Hvert skilja það sér? Búið að leggja dren? Hversu gamalt þakið? Við þurfum ekki að gera okkur grein fyrir þegar við kaupum eign sem notuð. Hún notuð, hún ekki ný. Og þak til dæmis hefur bara ákveðin endingartíma. Og það eftir uppbyggingu þaksins hversu lengi það endist. Síðan fer maður inn fyrir og það fer maður að skoða lagnir og hvort það eru rakaskemmdir sjáanlegar, bólgur í málingu einhvers staðar. Og í rauninni ættu við að gera eins og Norðmenn. Það ættu allar eignir sem fara í söluferli að fara í skoðun og væntanlega kaupandi fái skoðun sem hefur verið framkvæmd af samhæfðum skoðunaraðilum og þá ertu með upplýsingar sem sambærilegar upplýsingar eignirnar, hvað búið að gera og hvað hefur komið ljós við skoðun. En þú getur skoðað líka við rúðurnar, baðkarið, sturtuna. Þetta eru þessi svæðir sem að almennur kaupandi getur skoðað. En á ég að koma með einhver rakatæki til þess að meta íbúðinni þegar ég að fara að festa fjármagnið í svona stóri eign? Já, ég mæli með að því að snertirakamælar þeir gefa okkur hugmynd og vísbendingar rakasvæði og skemma ekki neitt. Þú þarft ekki að stinga þeim inn í og það eru aðilar sem að nota eins og við vinnum með þessi tæki alla daga til þess að leita að raka. Get ég fengið með svona tæki bara leikt einhvers staðar eða þarf ég að fá með manneskjuna með? Því miður þarftu að fara manneskjuna með því að það þarf að túlka. Það svolítið svona varasamt að túlka niðurstöðnar á þessum snertirakamælum. Og hvað tekur þetta langan tíma? Get ég bara hringt í viðkomandi manneskju og hún mætt og tekur þetta hálftíma eða klukkutíma? Sko það eru fyrirtæki sem bjóða svona skoðanir sem í kaupferli. Ég held að það sé klukkutíma skoðun og þá þarftu líka að gera grein fyrir því að á klukkutíma skoðun þá bara ákveðinni hluti skoðaðir. En þá færðu samt hugmynd þessi atriði sem ég var að nefna, hvort það eru einhver útveggur sem blautur, hvort það blautt undir öllum gluggum, að því maður sér það ekki alltaf.
Þú sérð ekkert alltaf þegar það Og þetta kannski margborgar sig. Margborgar sig. Og því fleiri sem fá svona skoðun, því að við hjá Eflu erum að taka við símtölum hjá fólki sem búið að kaupa svona eignir, fékk ekki skoðun. Því fleiri sem fá skoðun, því færri svona símtöl og því glaðri verðum við. Gott að heyra Sigga Dögg Sigurjónsdóttir, hafa það gott í sumar. Já. En við förum að sigla hér yfir í næstu sálma. Það jú í mörg horn að líta þegar heimilisreksturinn annars vegar. Og frá myglusvefnum yfir í innkaupakerfuna sem vegur þungt í heimilishaldinu. Við ætlum aðeins að velta fyrir okkur tollamálunum hér næstu mínútur. Hversu mikið í húfi fyrir heimilinlandinu ef við högum tollamálum okkar á pari við það sem best þekkist erlendis og hagstæðast heimilunum. Páll Mikael Kristjánsson, lögmaður félags atvinnurekenda, kominn hingað til mín. Þið hafið mikið fjallað þetta hjá félagi atvinnurekenda hvernig við getum haga tollamálum okkar varðandi matvöru og aðra nauðsynjavöru, þannig að við séum á pari við það sem best þekkist í þessum efnum erlendis. Hvað mikið í húfi fyrir hinn venjulega Íslending? Það náttúrulega gríðarlegir hagsmunir undir. Þetta eru náttúrulega tugir milljarða sem fara þarna úr buddu neytenda í ýmiss konar verndartolla í að greiða þessa tolla. Og til dæmis sérstaklega bara hvað búvöruna varðar, þá þetta bara að verða síðustu tollarnir sem eru til í okkar samfélagi. Já. Og þeir hækka náttúrulega verð til neytenda. Já, og þegar maður að kaupa þessa hefðbundnu landbúnaðarvöru sem samkeppnisvara kannski í Evrópu en mjög vernduð með háum girðingum hér heima, þá stór hluti af verðinu þegar við kaupum íslenska landbúnaðarvöru, það bara einfaldlega verndartollur. Já, verndartollur og í mörgum tilfellum líka búið að búa til svona kerfi þar sem að innflutningsheimildir eru seldar. Þannig ofan á tollana bætast síðan þessi útboðsgjöld sem svo aftur hækka verðið til neytenda. Svona á mannamáli, þegar maður að kaupa þessa hefðbundnu landbúnaðarvöru út úr búð, stór hluti af henni þessi tollur? Já, það mismunandi eftir vörum, En já, þetta oft 10%. Við getum til dæmis tekið dæmi franskar kartöflur. Franskar kartöflur eru ekki framleiddar á Íslandi, ekki úr íslensku hráefni. Og við erum að sjá það að tollur á franskum kartöflum í mörgum tilfellum 76%. Sem náttúrulega rosalega hár tollur. Og þetta fer beint í heimilisbókhaldi hjá venjulega fólkinu. Sérðu fyrir þér að ef við höfum okkur svona á pari við það sem best þekkist í útlöndum, þar sem verndarstefnan ekki endilega fyrir framleiðendur, heldur fyrir neytendur, kæmi þetta beint í vasa almennings? Við sjáum til dæmis að grænmetið var tollað mjög hátt hér áður fyrir en lifi núna nánast í frelsi samkeppni við innflutt grænmeti og hefur það bara býsna gott. Já, og grænmeti náttúrulega líka, það verður ofboðsleg gerjun í framleiðslu á grænmeti á Íslandi. Vöruúrvalið og allt þetta hugvit og hugvitsemi sem að koma fram í framleiðslu á grænmeti sýnir bara hvað samkeppnin gerir gott. En í einföldustu mynd með tollana að þá getum við gert ráð fyrir því að verðið út í búð heimsmarkaðsverð plús tollur plús flutningur og ef þú tekur burt tollinn þá ætti verðið að lækka sem því nemur og við náttúrulega treystum því bara samkeppnin skilir þessu. Og þannig erum við að tala eins og þú nefnir 10% og í vöruverði getur þetta varða kannski 1/4, 1/3 hluta af verðinu. Já, stórum hluta, ég meina sérstaklega í hvítakjötinu og svíninu. Já. Og það hefur einmitt að ræða það að við skulum kannski vernda einhverju leyti hefðbundar landbúnað en hvítakjöt kannski ekki þessi hefðbundnu landbúnað sem við viljum vernda og pari við. Þetta til dæmis bara á Íslandi, þetta í mörgum tilfellum verksmiðjubúskapur sem eiga sér stað hérna á höfuðborgarsvæðinu. Vert að huga að þessu atriði, Páll Rúnar, vegna þess að hér eru miklir hagsmunir neytenda í húfi og bestu þakki fyrir komin og athyglisvert að fylgjast með þessum málflutningi félags atvinnurekenda sem virðist vera í þágu neytenda fremur að framleiða þetta. Já, takk fyrir. Við förum yfir í allt aðra sálma hér eftir andartak.
Komið sælir áhorfendur góðir, við ætlum að huga að rekstri heimilisins og þá stóru raftækjunum sem snúast heilu og hálfu sólarhringana heima hjá okkur, þvottavélin, uppþvottavélin, þurrkarinn og hvað þetta nú allt saman heitir. Sérfræðingur okkar í þessum efnum frá Smiths Norland komin hér aftur. Eyþór Örn Eyjálfsson, við fjallum það í síðasta hætti. Hvernig er hægt að svona bæta og viðhalda þeim tækjum, þetta eru dýrtæki sem við eigum heima hjá okkur, en hugum þessu næst að breytingunum. Það er að verða töluvert miklar breytingar á þessum græjum. Sumir segja það endist skemur en áður. Ég man að foreldrar mínir fengu sænska ryksugu í, held ég, brúðkaupsgjöf miðja síðustu öld og hún er ennþá í gangi, 60 árum síðar og gott betur. En hvað er að gerast vegna þess að það eru margir að huga því að endurnýja tæki sín og þá spyrir maður sig, á maður að kaupa dýrari græju sem sparar meira í rafmagn og endist betur, eða hvað segir þú fólki? Þú ert búin að vera í þessum bransa í 17 ára og þekkir alla spurningarnar. Já, ég gerir það. Það sem náttúrulega skiptir máli við valatækjum, þú kemur og sérð 10 tæki að svipaðri tegund, bara þvottavél til dæmis. Þá er náttúrulega fyrst á lagi að spurja hvað er margir í heimili, hversu oft þú færð. Þannig að það er auðvelt að þrengja þetta niður. Það eru margar vélar konur með svokölluðu Eco-kerfi, Eco-Perfect heitir það. Hvað þýðir það á mannamáli? Það þýðir það á mannamáli að þú ert að spara vatn og spara rafmagn. Og það er náttúrulega mikilvægt í framtíðinni að spara vatn og spara rafmagn. Það gera verkum að vélin, hún er lengur á þvo, en þú fær sömu þvottaniðurstöður. Þannig að ef þú ert ekki að flýta þér, notaðu þá Eco-kerfið, að þú ert að spara lokum. Og talandi svona gamla þvottavél sem búin að duga í 50-60 ár, fólk er rosalega ánægt með það. Keypti vél að búið að borga sig upp á löngu tíma, en hvað heldur hún sig eyði í orku? Hún fyllir tromluna vatni og það kostar því líka að peninga að hita upp allt þetta vatn. Þannig að þetta er gríðarlega tap. En er þá gríðarlega munur á orkunotkun véla? Já, algjörlega. Ég myndi segja að stærsti munur sem ég sé eru þurrkarar. Svo kallaðir sjálfhressandi þurrkarar með varmadælu. Varmadælan er svona einföldu máli ískapapressa sem virkar öfugt. Við nýtum varman en notum kælinguna til að kæla gufuna og breyta inn í vatn. Þessi þurrkarar eru orðin það orkusparandi að þú setur þau í sama tengil og hárblásarinn. Þeir taka ekki meiri rafmagn en það. Þannig að það þarf ekki að fá rafvirkja, það þarf ekki að leggja að þessu og stingur sér bara í næsta lausa tengil. Og þetta væntanlega borgar sig upp á skemmri tíma en menn hugsa? Þeir eru náttúrulega kannski dýrari fyrir vikið. En hversu mikið dýrari? Ég meina 50 krónur dýrari? Já, eitthvað svoleiðis. Þeir eru reyndar alltaf að lækka. Þú sér nú síðasta áramót lækkuðu heimilistæki hvað 20% og þetta er að borga sig. Nú veit ég ekki hvernig rafmagnið fer upp í framtíðinni. Þannig að sjálfsög, ég myndi alltaf fara hagkvæmustu leiðina í vali á öllum tækjum. Hvað er annað að gerast í til dæmis varðandi stærri tækin uppþvottavélar og þvottavélar? Þú nefnir hér þurrkarinn, en hvað er þvottavélarnar í eldhúsinu og niður í? Þvottavélarnar, það sem er svolítið gaman með þvottavélarnar, það er náttúrulega hver kannast ekki við að missa allt og mikla sápu í og allt í froðu og þetta kostar bara það að vélin þarf að skóla aftur og það er náttúrulega þú tapar orku á því og eyðir orku svo kallað. Það er komin að svona IDOS-vélar hjá okkur og þær eru sjálfvirkar, sjálfskammtandi. Þú setur bara sápu í hólf og hún skammtar sjálf. Já, hún tekur bara það sem hún þarf. Já, hún er orðin það fullkomin að hún skynjar hvaða efni þú setur í vélina. Já, ég ætla ekki að fara út í nánar útskýringu því, en þetta er svona sambland að vatnseintöku, að því mismunandi efni dragist í mismunandi vatn, það er vikt í henni, þannig að þegar hún dælir af sér þá verður ákveðin þyngd eftir í fatnaðinum. Þetta er oflókið fyrir mig til að fara að útskýra, ég held að ég skilji þetta ekki sem sjálfur, en þetta er orðið það fullkomið. Og því fullkomnir græjur, þannig að það gerum við ekki kannski ráð fyrir 20-30 ára endingu. En þróunin er orðin svo ör í þessum geira að fólk sem á yfir 20 ára græjur, það ætti alveg að fara að hugsa að fá sér nýjar að því það mun hagnast af því á endanum. Algjörlega. Hvað með, við nefndum í síðasta þætti ísskápinn og fólk er að flaska allt of mikið á því að hafa ekki grænmetisskúffuna í lagi. Þessar grænmetisskúffur er að verða betri og betri með árunum og geyma ávextina og grænmeti miklu mun betur heldur en áður. Og í dag nánast getur maður komið í veg fyrir að missa grænmeti sem að keypti í ruslatunna. Já, það er eiginlega þannig. Það má eiginlega segja að hinni fullkomnustu skápur í dag er eins og flottur vindlakassi með sjálfvirku rakamæli. Það er eiginlega þannig. Þú setur í skúffuna
í þessum flottu þú getur stillt á sko, ávexti, grænmeti eða blandað. Já. Og það náttúrulega ákveðið rakastig. Einmitt. Við vitum það náttúrulega þegar leið og ávexturinn er tekinn á trénu, þá hættir hann að fá raka og missir raka. Einhvern veginn þurfa að halda þessum raka. Og það er gert með þessar nýri tækni í kæliskápum og eins og sé grænmeti endast alveg 2-3 lengur heldur en gerði. Og þarna að finna gríðarlega Þarna eru rosalega fjármunir sem fara í ruslatunna, alveg sorglegt. Og margir henda alltaf grænmeti þó það sé ekki ónýtt, en það er bara, þú vilt opna skúffuna og sjá fallegt grænmeti. Og það er sama með kjöt og fisk. Það eru komin svo kallast coolbox, þau halda kuldunum svona í kringum 1-0 gráður. Og það er það sem að þú vilt geyma kjöt og fisk í. Þannig að þessi nýju ísskápar sem fólk þarf að fara að huga að ef það ætlar að endurnýja eða vera að kaupa sinn fyrsta ísskáp, þeir eru marglaga í rauninni. Já, þetta er ekki bara 1 4 hólf. Nei. Þetta eru orðin sko fyrir mjólkina, þetta 4 hólf, það er fyrir grænmetið, það er fyrir kjöt og fiskinn. Þannig að með því að hafa þetta svona margskipt að því að matvæli geymast ekki öllu sama hitastig. Það er bara, þess vegna er þetta orðið svona í dag. Gott að hafa Eyþór og við hugum að einhverju allt öðru næst þegar þú kemur til okkar og við viljum endilega hvetja fólk til að koma með spurningar í þáttinn og spyrja sérfræðinga okkar í þessum efnum Eyþór Örn Eyjólfsson öll þau atriði að lúta að heimilistækjum og raftækjum vegna þess að eins og hann hefur bent á í þessum þætti og þeim síðasta þá eru hér gríðarlegir fjárhagsmunir í húfi að það er að spara háar fjárhæðir, annarkvort með því að kaupa sér nýja græði sem borgar sig upp á stuttum tíma eða að viðhalda græjunum betur heldur en maður gerir hvort heldur það er lógin undir ísskápnum eða hreinsun á þvottavélinu og þurrkarnum eins og við höfum komið inn á í þessum þætti. En við skulum fara huga hér að allt öðru efni varðar rekstur heimilisins eftir örskamma stund. Þá eru raftækin að baki, hægt að spara mikið þar eins og kom fram hjá Eyþóri en við ætlum að fara í útimálingu og allt það sem við á að éta í þeim efnum. Fjöldi landsmanna núna upp í stiga að mála húsin sín og þar er að mörgu að hyggja hvernig getur maður að vanda sig, hvernig getur maður hugað að undirbúningnum svo vel sé og hvaða efni á maður að nota bæði heima við og í sumarbústaðnum. Það er að mörgu að hyggja og margar vitleytur sem verða á vegi manns í þessu efni og það þekkja þær svo sem margir sem hafa reynt á eigin skinni að mála sitt hús, girðingu og sumarbústað. Sérfræðingur okkar í þessum efnum er Emil Mikkelsson, málarameistari. Við skulum taka fyrir heimahúsið og þakið þar á meðal og fara ykkur svo yfir í sumarbústaðinn. Eins og ég gat margir Íslendingar í þessum sporum núna að fara upp í stiga og þar skulum við nú fara með gát. En hvernig eigum við að byrja á því að hreinsa húsið? Hver eru trixin þar? Og ef við erum að tala um þökin og bárujárnsþökin, þá er alltaf grunnatriðið, það er undirbúningur, það er lykilatriðið. Og það stytta sér ótrúlega margir leið þar. Það vill vera stundum svoleiðis. Hvað á maður að gera? Það þarf að þvo þau vel. Hvernig þá? Það með vatni, háþrýsti þvotti, hvort sem hann er léttur eða mikill. Er mikil flögnun eða er þetta bara skólun? Borgar sig alltaf að leiga sér sko háþrýstivél og fara yfir þakið? Já, allt sem er laust á þakinu þarf að fara í burtu. Þangað til þú ert komin í að það er bara föstmáling og þú ert ekkert að ná henni í burtu. Þá bara stopparu þar. Og þá er langt best bara að leiga sér þessi tæki og fara vel yfir þakið? Þá er bara gott að leiga sér háþrýstudælu, hversu stór hún þarf að vera, upp að kannski 270 börum og taka góðan þvott. Og það er náttúrulega óhreinindi líka, það er ryk og óhreinindi, fuglaskítur og annað slíkt sem þarf bara fjarlægja áður en það byrjaði að mála. En hvað með blessaða naglana? Það er oft ryð í kringum naglana. Hvaða efni er best að nota á það? Það þarf að taka ryðhreinsun eftir af ryðinu, að fjarlægja það í burtu. Er það með einhverjum efnum eða? Eða það er ágætt að nota bara lítið slíbrokk með vírbollahjóli á og slípa það þannig af. Og síðan þarf að grunna yfir þetta. Menjar maður þá eins og maður gerir í gamla daga? Já, með oxídmenju. Og það er bara eitthvað sem maður kaupir í restu málingavöruhús? Já. Og það er náttúrulega það sem er tekið ryð af er mjög gott að tvígrunna yfir sem þau sár. En það sem járnið er bara hreint,
að það væri fínt að setja nóg að setja bara eina umferð þar, en alls staðar þar sem að riðið slípaði burtu, að setja 2 umferðir að oxídmenju til þess að fá meiri filmuð þykkt af riðvörðin á það svæði. En hvað ber svo að hafa í huga þegar maður byrjar að mála þakið sjálft, þessi hefðbundnu íslensku bárujárstök? Á maður að fara með fyrsta laginu þunnu yfir eða? Það er bara jafnt lag yfir alla flötinn, annaðhvort að kústa því eða pensla því. Við mælum ekki með rúllunni. Nei. Hættan við þakrúllu svo að það myndast of þykkt lag í lágbáru og of þunnt lag í hábáru. Og best þá að nota góðan þykkan kúst eða hvað? Já, bara almennilega þakkúst, bera jafnt lag og passa tauma niður nagla og annað slíkt. 2 umferðir eða hvað? Já, það er, ef það þarf að heilgrunna þakki, þá er 1 umferð á grunni og svo 2 yfirferðir yfir það af þakmálingunni. En ef að þakið lítur vel út og þetta er bara fegrun, þá er nóg að taka eina umferð bara til þess að skerpa á. Hugum aðeins að öryggisatriðuna vegna þess að menn eru upp á þökum eðli máls samkvæmt þegar menn eru að mála. Hvaða atriði maður að hafa í huga þar? Auðvitað náttúrulega góðan stiga. Góðan stiga bara til þess að komast upp á þakið og ef að það er vel hægt að ganga ofan á þakinu það er alltaf gott að vera í öryggislínu. Og bindana við strompin. Bindana við strompin eða eitthvað góðan punkta sem að það er hægt. Er ekki það að leigja sér þessar græður? Jú. Þá er það húsið sjálft. Það hrýs mörgum hugum við að mála stórt hús, telja að vera allt mikla vinnu, en auðvitað náttúrulega hægt að kaupa sér alltaf fagmann í verkið. En ef maður gerir þetta sjálfur leikmaðurinn, ómenntaður í þessari Tekur sumarfríið í þetta. Tekur sumarfríið í þetta. Fyrst að því að hreinsa húsið, þú ferð með háþrýstidæluna á sjálft húsið líka. Já, það er bara skólun. Það er bara svona þá bara hobbydælu og að skóla. En þú ferð ekki með sápuþóttinn á húsið? Nei. Það er bara gott vatn og skólum. Sko margir sjá á sínum húsum, kannski eftir 7-8 ára, að það er sko meira álag á vatnsskeiðum og handriðum, miklu meira flögnum þar. Á maður að mála þessi svæði betur en önnur svæði? Það er náttúrulega gott að ef þetta er komið í flögnun á þeim svæðum, að það er að hreinsa upp það sem er flagnað. Og ef það er komið gróðurmyndun og annað slíkt að fjalla það í burtu og það er til efni sem heitir þykkúð að hún er mjög teygjanleg að það er að setja hana ofan á álagspunktana. Þetta þarf ég að heyra aftur. Álagspunkturna sem eru eins og vatnsbretti og þú með kalda steifta veggi að utan og það eru ofan á þeim. Og hreinsa það með hverju? Já, ef það er komið gróðurmyndur og annað slíkt þá er ágætt að nota eins og efni eins og viðarskóla til þess að taka þetta gróðurslíkju sem að liggur ofan á þessu og þvoða þetta bara almennilega, spúla drulluna burtu og setja það þykkúð á þessi álagspunkta. En málarðu þessa bletti með þykkara lagi heldur en veggina? Já, sko þykkúðin hún er þykkari heldur en venjuleg bara plastmáling eða vatnsmáling hún og hefur mikla teygju þannig að það er gott að nota þetta ofan á þessa álagspunkta á steinvegg. Þannig að þú ert að nota rauninni annað efni á þessi svæði heldur en veggina? Já, en svo seturðu málingakerfið yfir þetta og það lit sem að þú ert búin að velja húsið. Einmitt. Gott atriði. Hvað á maður að mála venjulegt hús oft? Sumir segja 8 ára fresti Maður vill náttúrulega sjá góðan árangur svona 9-14 ár. 9-14 ár? Já. Svo fer eftir bara hvar húsið stendur. Stendur að við sjáarsíðu eða í rokraskati. Já, í svona 9-14 ár vill maður sjá góðan árangur. En eitt atriði sem ég verð að nefna í þessu efni. Hvernig notarðu málingaverkfærin með þeim hætti að það lekur ekki eilíflega úr þeim? Málingaverkfærin leki ekki úr þeim? Sko, droparnir og öll stéttin fyrir neðan sé það fer eftir hvort þú ert að vinna með vatnsefni eða olíuefni og olíuefni þau írast meira heldur en vatnsefnin. En það er náttúrulega ef það eru fallega stéttar og pallar og annað slíkt þá þarf maður bara að breiða undir sig. Vera með undirbreiðslu. Og kannski ekki of mikið í penslinum. Já, bara vera naskur á þessu, vera ekki að slatta. Segðu. Færum okkur þá yfir í sögubústaðina. Það eru margir sem eru að velta því fyrir sér hvort maður þurfi að viðarverja þá á hverju einasta vori. Það er þessi blessaða sólarhlíf.
Sólarhliðin og áveðushliðin. Ef að þú ert með sumarbústað málan í gagnsæju, að þá þarft alltaf að líta á þessa blessuðu sólarhlið því að hún veðrast meira heldur en það sem í skugganum. Og jável helmingi meira og gott betur jável. Já, það þarf að skoða þannig hverju ári. Og hérna viðtöku hvort það þurfa að taka það bara eina létta yfirferð yfir þá hlið og gluggalistana. Pússa kannski létt fyrst og... Já, eða taka léttan þvott og lifa því svo almennilega þotna og taka svo létt öfur og svo náttúrulega skiptir máli í þessum gagnsæjum litum það að það sé pínu litur í efninu. Já, ekki bara glært. Ekki bara glært. Ef liturinn góður, þá getur við viðhaldið bara með glærunni, því að liturinn í efninu sólarvörnin. Já, það verður að hafa þetta. Þannig ef að þú ert með við sem þú berð bara glært á, bara eftir 1 ár, 2 ár, þá hann bara farin að grána. Þannig að þessi liturinn í gagnsæri málingu, það vörn fyrir sólinu. Pallurinn hausverkur margra, það þarf að hreinsa hann æði vel áður en byrjaðir að viðaverja. Já, það eins og ég kom inn á ef að pallurinn fann að grána, þá þarf að hreinsa það burtu. Hvað það í sjálfu sér þegar hann byrjar að grána? Grám bara byrjun að fúa, en svona bara yfirborðinu. Og þetta vill maður ekki hafa, það ekkert fallegt að hafa gráan og gugginn pallinn. Þannig að maður hreinsar þetta burtu með ákveðnum efnum eins og viðarskóla. Sem að maður úðar bara á flötinn og lætur liggja á í korti 20 mínútur og nuttar í efninu með stífum bursta. Og svona að vinna þess í efninu og svo spúlar maður þetta bara í burtu með léttum háþrýstithætti, svona 100 bara hobbydælu og passa sig bara að vera ekki með spísinn of nálagt viðnum, hann sett ekki að merja viðinn. Og lætur svo þorna? Og lætur svo þorna í kannski góða 3 daga, því þú náttúrulega rennbleita viðinn, þannig að við þurfum að fá svona góða 3 sóladaga til þess að þurrka viðinn áður en það borið svo á. En talandi um sólina, Emil, á maður að viðaverja í svona skýjuðu veðri, má maður viðaverja í glannasól? Það náttúrulega voðalega gott að vera bara skuggamegin eða glannasól. Það má gera þetta í glannasól? Já, ég meina það alltaf leið, þá sé sól og blíða, en hérna það ágætt að elta samt ef það 15-20 hiti og glampandi sól að vera þá bara skuggamegin. Margir sumarbústaðaeigendur nenni ekki lengur viðavörninu og koma með málingu sem þekjandi á blessaðan bústaðinn. Það mistök eða uppgjöf? Nei, það engin mistök. Það allt leyfilegt í því og það ansi oft sem ef orðin gamlir bústaðir og það margbúið að bera á það og fólk kannski búin að missa það frá sér að hann orðin svona skellóttur. Það náttúrulega orðin gríðarleg vinna að slípa upp og hreinsa. Og það orðið mikið handverk að fara að slípa það upp ef þetta orðið mjög laskað. Þá myndi borga sig að hafa þekjandi málingu á hann? Þá það auðvelt lausn að það að fara bara í þekjandi lit á húsið. Sem dugar í nokkur ár? Já. Fín efni og fínt að gera það. En þetta snúa tilbaka? Þetta bara beggja blans. Það byrja alltaf allir í þessum gagnsæja lit að sé að þú sjáir í viðinn og reyna að halda því eins lengi og hægt Það byrja flesti þar. En svo kannski eftir einhver árafjölda þegar fólk hefur mist bústaðinn eitthvað frá sér og hann orðinn skellóttur að það nennir ekki að eyða öllu sumarfríinu sínu í það að slípa allt upp að þá fer fólki að byrja íþekjandi. Gott vel, bestu þakki fyrir komuna, Emil Mikkelsen, sérfræðingur okkar þegar kemur að málingu og málun húsa. Þegar líða tekur á sumarið þá kannski fáum við aftur til að fjalla innimálingu. Ekkert mál. Og kannski tískustraumana þar. Já, ekkert mál, takk fyrir. Það alltaf verið að breyta lit. Já, endalaust. Hver tískuliturinn, já? Það grátt og svona mjúkir grái litir og hvítir litirnir. Mjúkir grái litir, höfum þetta í huga. En það eru margir kimar á hverju heimil og við förum í næsta horn á heimilinu hér eftir andartak. Takk.
þá viðhaldið að baki, þó að viðhaldið sé raunar aldrei að baki út í það farið, en við ætlum að huga að tryggingamálum áður en við förum yfir í endurvinnsluna. Smári Ríkharðsson sérfræðingur okkar í tryggingamálum, óháður aðili á markaðnum. Það eru 3 spurningar hérna frá almenningi sem hafa borist okkur, allt saman eðlilega spurningar og athyglisverðar. Fyrsta spurningin það sífellt verið að hringja í fólk frá svokölluðum tryggingafélögum. Auðvitað eru flest þeirra ef ekki nær öll sannarlega tryggingafélög, en þetta allt tryggingafélög sem eru að leita kunnum út bæ og bí? Sko, tryggingafélag undir eftirliti og tryggingafélag, og það engin annar sem getur kallað sig tryggingafélag nema að vera tryggingafélag. Og eftirlitsskyldur aðili? Eftirlitsskyldur aðili. Það skiptir máli að þegar þú ert að þiggja einhverja ábyrgð, að hún sé vátryggð. En það samt stundum ekki alveg tryggingafélag á bak við ábyrgðir. Hvernig þá? Og þá það til ábyrgðir eins og til dæmis þegar þú ert að leigja út húsnæði, að þá færðu ábyrgð frá banka, frá leigjandanum, og hann afhendir þér bankaábyrgðina, þannig að það ekki raunveruleg vátrygging, ekki vá vátrygging. Jú. En þetta trygging sem undir eftirliti banka og annað slíkt og þá eftirliti opinberra aðila. Nú síðan gætur þú borgað fyrirfram og þá ertu komið með ákveðna tryggingu fyrir því að viðkomandi borgi í samræmi við þann leigusamning sem gerður. Nú, leiguverndin sem dæmi, hún vátrygging, hún vátryggð af vátryggingafélagi. En það ein vara á markaðnum sem ekki vátrygging. Og það bara eitthvað fyrirtæki út í bæ sem að skrifar upp á ábyrgð fyrir Pétur og Pál og tekur greiðslu fyrir það. En það lítur ekki að vátryggingum og þess vegna í raun og veru ekki vátrygging, heldur ef þú ert leigusali, þá verður bara að treysta þessum aðilum að borga og það bara alveg eins og ég myndi treysta þér til að borga einhverja skuld eða þú myndi treysta mér til að borga skuld, en það ekki undir eftirliti. Þannig að þetta leiguvernd án vátryggingar í rauninni? Já, og þeir kalla sér reyndar leiguskjól, en hérna, það ekki vátrygging og það lítur ekki að þessum skilningi sem að þjóðfélagið hefur að veita vátryggingu. Þetta hættulegt vegna þess að þú veist ekki hvernig sá aðili stendur ef að kemur að tjóni. Nú, hann getur hætt starfsemi, hann ekki háður þessu regluverki sem vátryggingarfélög og slíkir aðilar þurfa að sinna. Þannig að þín ráðgjöf að fara sannarlega í vátrygginguna sjálfa? Alltaf ef þú þarft að fá bætur, þá þarft að vera vátryggður. Gott og vel. Eldur sem ferðast, þetta athyglisverð spurning. Ef kviknar í hjá manni, illu heilli, við skulum vona að svo verði ekki, að þá getur eldurinn læst sig í næstu íbúðir, næstu hús jafnvel í versta falli. Hvernig stendur eigandinn sem kviknaði í hjá? Sko, brunatryggingar svona eitt af elstu vátryggingum sem við þekkjum og það í raun og veru ekki hægt að leggja það á nokkurn mann eða fyrirtæki að bera ábyrgð á eldi sem ferðast. Þetta svona, menn nota enskuna stundum act of God, hugur ekki vald á þýsku og eitthvað svona og hérna það þannig að ef það kviknar í þessu húsi og eldurinn færist í næsta hús, þá ber viðkomandi aðila sem á það hús að brunatryggja sig og hann með þekktar upphæðir sem að geta brunnið og það ekki sagt hvaðan eldurinn kemur, bara að hann kemur. Þannig að eins og dæmi sem ég ekki tekið, það kviknaði í bát í Sandgerðishöfn, minnir mig, og sá bátur brann og það kviknaði í kjölfarið í bryggjunni, skemmdi þar tæki og annað slíkt. Nú Sandgerðisbær taldi sig eiga bóta ábyrgð frá bátnum, af því hann siglir þarna og kveiknar í, en það enga megin til staðar. Þannig að upprunaeldurinn ekki sá eini ábyrgi. Nei. Þú allir í kringum þig eiga að vera með brunatryggingu og hún á að dekka viðkomandi tjón. Og ef þú ert með bruna áhættu, þá verður það bara að tryggja þig fyrir henni. Þriðja spurningin eðli máls samkvæmt tengd því sem að gerast í dag. Það var verið að stela úr bílum hjá áhorfendum íslenskum á leiknum í Saint-Étienne. 1-1 leiknum, stærsti 1-1 sigur þjóðarinnar. En að alvöru málsins, það
mikið það að það sé verið að fara inn í bíla. Það í öllum tilvikum tryggt? Verður maður að hafa bílinn læstan eða þarf maður að fela hlutin í bílnum eða hvernig á maður að bera sig það? Sko, í fyrsta lagi náttúrulega liggur í hlutarins eðli. Þú átt náttúrulega að fela hluti ef þú getur það. Skynsamlegt í öllu stað er að til dæmis opnaðu út með svona bíl úti, opnaðu hanskahólfið, sýndu þjófnum að það ekkert þarna inni. Það fyrsta atriði. Í öðru lagi náttúrulega það þarf að vera innbrot. Við viljum að menn geti sannað sitt tjón þannig að það sé brotist inn. Og ef að menn lendi í þessu þá þurfa menn náttúrulega að vera með einhverja staðfestingu frá opinberum aðila sem segir það að viðkomandi atburðir hafi gerst með lögregluskýrslu eða eitthvað slíkt og þannig. Þetta mikilvægt að sé til staðar og náttúrulega bara læsa og reyna að ganga þannig að hlutirnir sé ekki teknir. Ég hef orðið mér að segja vitni að því að það var manneska sem satt með tösku hengda á stól, þetta var í miðri München og svo kemur svona einhver stúlka sem var kannski ekki alveg á réttum stað í lífinu og hún var með aðra tösku og hún lappar að viðkomandi og við bara stoppuðum það þegar hún var að fara að klippa á hérna töskuna þannig að hún myndi detta onni hérna töskuna og lappa svo með hann í burtu. Og enginn tekur eftir neinu, nema bara vökul augu tryggingamannsins voru þarna og hann öskraði eitthvað yfir sig og þar með tókst okkur að forða þessum atburði. En í tilviki, sko, bifreiðeigandans sem kemur á bílnum sínum, það búið að brjótast inn í hann og stela öllu verðmætu, tryggingarnar eiga að dekka það í nánast öllum tilvikum? Já, sko, nú komum við akkurat að þessu. Jú, það eiga að gera það. Upphæðin sem ræðir tiltölulega takmörkuð en absolutt sanna það með óyggjandi hætti að þarna hafi verið brotist inn. Með lögregluskýrslu. Með lögregluskýrslu. Gott og vel, Smári, endilega komið með fleiri spurningar til okkar. Tryggingasérfræðingur getur svarað því á hlutlegan hátt. Smári verður með okkur hér áfram í sumar og fram á haust og svara spurningum áhorfenda varðandi tryggingamál sem veigamikill þáttur í heimilisbókhaldinu og það hægt að spara eins og á öðrum liðum heimilisrekstrarins. En yfir í endurvinnsluna hér að loknu hlénu og Anna Karen leiðir okkur í alla sanningum það hvernig við getum flokkað ruslið. Ég mætti aftur í Íslenska Gámafélagið til hans Birgis. Hér svo mikla þekkingu að finna á hvað var það flokkun sem náttúrulega brennandi áhugamál hjá mér. Þannig takk fyrir að taka á móti mér aftur. Já, verður velkomin aftur. Nú ætlum við aðeins að taka fyrir plastið. Ég hef svolítið áhuga á því, þar að leiðandi út að það orðin svo aukin meðvitundavakning að flokka plast og þá ekki bara plastflöskur. Ertu sammála því? Já, algjörlega. En það óhemju magn orðið af plasti. Það alla vöru pakkar inn í plast, þannig að það orðið mikil aukning á plasti sem berst til okkar. Þannig að það orðið mikil vakning í því að reyna að flokka það líka. Já. Ég fundi fyrir því að þegar ég fór að flokka plast sjálf, allar umbúðir og svona. Þetta alveg rosalegt magn af plasti sem við erum annars að henda bara í ruslið til urðunar, eða ekki? Jú, nákvæmlega. Og eins og ef fólk að spá í það, þá eru tunnunar hálf fullar af plasti. Já. Og plastið kannski sjálfum sér ekkert mjög slæmt efni, eða mjög, gagnlegt efni á margan hátt. Já. En við þurfum jafnframt að passa það að fara í réttan farveg. Já. Við viljum alls ekki að það endi út í náttúrunni. Plasti brotnar ekki niður í náttúrunni. Það getur velst í náttúrunni í 10-100 ára og valdið þá mengun og skaða fyrir lífríki. Já. Varðandi umhverfisþætti og mengun þess með plastið í huga, þá við rosalega geta verið að tala hafið, að það verður bara fullt af plast eftir nokkur ár. Já, það eru áhyggjur sem menn ættu að taka alvarlega, vegna þess að það hefur sýnt sig að víða heim að það fara að safnast upp plast í hafinu. Enda ef við spáum í það, sjáum við víða fjúkandi rusl, þá það stórum hluta plast. Já. Og þetta plast endar að stórum hluta í hafinu, fíkur kannski út í ár sem berða síðan til hafsins. Já. Og kannski heldur einhver það hverfi þar, en það gerir það ekki, það bara safnast fyrir. Plastið það getur brotnað niður í smærri og smærri einingar, en það heldur áfram að valda mengun. Hvernig þá? Þetta svo kallaða mikroplast sem verður til úr plastinu, það brotnar niður í smærri einingar. Nú, það getur valdið því að
dýrategundir líta á þetta sem fæðutegundir og taka þetta inn og þannig að þá er plasti komið í lífverur kannski sem við erum að borða síðan. Þannig að það er komið leið til okkar aftur. Nú, plastið er líka þannig að þeim eiginleikum gætt að það dregur að sér eiturefni. Eiturefni loða við plastagnirnar, þannig að þessar plastagnir eru kannski eitraðir líka sem að lífverurnar eru að borða, þannig að það eykur enn á vandamáli. Þannig að við þurfum bara að passa að plastið endi ekki í náttúrunni. Koma því miklu frekar til endurvinnslu þar sem hægt er að gera eitthvað, eða stýra framleiðslunni á því eða búa til eitthvað nýtt úr því aftur. Hvað er þá til ráða þegar plast er að safnast upp bæði í hafinu og í náttúrunni? Hvað er þá svona best að gera til þess að draga úr þessari þróun? Já, við þurfum kannski fyrsta lagi að það plast sem er komið verða það rati rétta leið, það sleppi ekki út í náttúruna. Síðan þurfum við kannski að fara að huga því að minnka þessa plastnotkun og sérstaklega þetta einnota plast sem flæðir allt og finna kannski önnur efni eða aðrar umbúðir í staðinn fyrir þetta plast sem við verðum að nota. Og það eru til ýmsar leiðir í því og það er hægt að nota kannski pappírsumbúðir og margar verslanir nota frekar pappírspoka, sérstaklega erlendis, heldur en til dæmis plastburðarpoka. Já, maður sér það eins og í bíómyndunum, það er engin með plastpoka, það er bara double bagged eitthvað pappírspoki. Já, nákvæmlega. Og það er alltaf hægt að koma þeim pokum í endurvinnslu og ef þeir slepp út í umhverfið þá brotna þeir það niður sem plasti gerir ekki. Nú síðan er hægt að fá maíspokana í staðinn fyrir plastið. Ef við stoppaði hans þarna, mér langar að spyrja varðandi maíspokana. Það er búin að vera að ég held ákveðin misskilningur með maíspokana, að það sé plast í þeim og þeir séu ekki svona umhverfisvænir eins og talað Hvað er svona þín rök við því? Já, við erum búin að nota maíspokana til jarðgerðar frá 2008 án allra vandamála. Þeir brotna mjög auðveldlega niður í jarðgerðinni hjá okkur. Það verður engar leifar eftir þeim, en plast gerir það ekki. Við sjáum það líka í jarðgerðinni hjá okkur. Ef það slæðist inn plast þar, þá brotnar það bara ekki niður. Við þurfum að sigta það út og koma í veg fyrir það að fjúki úr jarðgerðinni hjá okkur. Þannig að það virðist vera misskilningur þar líka. Þeir eru 100% jarðgerðanlegir. Síðan hefur við heyrt talað að þeir séu jafnvel meira mengandi. Já, maður einmitt eitthvað heyrt við það. Hvað segirðu við því? Já, það er líka á ákveðnum misskilningi byggt. Þar vitna menn í rannsókn sem var gerð í Breitlandi, þar sem var búrin saman maíspoki við plastpoka. Og sú rannsókn sýndi fram á að það var meira eða stærra kolefnisspor af maíspokunum heldur en plastpokunum. En sá samanburður hefur ekkert með það að gera með þá poka sem við erum notkun hér að gera. Kolefnissporið var stærra vegna þess að pokarnir voru þykkir og stórir og bornir saman við litla og létta plastpoka. Ef við skoðum pokarna sem eru í notkun hér á landi, þá eru maíspokarnir alltaf 25% léttari heldur en heldur en plastpokinn. Þannig að sótsporið er væntanlega minna af maíspokunum heldur en plastinu. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta var ekki einu sinni samanburðarhæft í rannsókninni erlendis. Alls ekki í raun, Þannig það er að slá allar mýtur varðandi þessar vangaveltur fólks varðandi maíspokana. Þeir eru bara allir góðir. Þeir eru það og valda ekki umhverfismengun. Þetta er lífrænt efni sem er unnið úr náttúrunni og hægt að nýta aftur. Og ef fólk er hrætt að vera til metangasmyndun í jörðunarstöðum ef það notar undir rusli, þá ætti frekar að hugsa allan lífræna úrganginn sem setur í jörðin. Það verður miklu meiri metangasmyndun af einu bananahýði heldur en maíspoka. Þannig að fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því að það sé verið að auka eitthvað kolefnisspor með að nota maíspokan. Já, nákvæmlega. Maíspokan er bara svona ákveðin nýjung í þessari, hvað segir maður, svona forvarnarstarfsemi, hvað varðar flokkun og minnkun á plasti. Er eitthvað meira sem hægt að gera varðandi plastið og notkun þess sem við getum svona tilengað okkur? Já, það er eins og ég segi, það er náttúrulega fyrst og fremst að reyna að minnka notkunin á plastinu og síðan er náttúrulega að passa að flokka það. Eins og það skiptir öllu máli að, eins og ég nefndi á hana, þetta er ágætis efni á mörgu leyti en við þurfum að tryggja það enda ekki í náttúrunni. Þetta er ekki náttúrulegt efni og náttúrun hefur ekki tök á að brjóta það niður. Þess vegna þurfum við að passa það endi þá í endurvinnslu það plast sem við þurfum þó að nota. En ég held að við þurfum að
reyna að finna önnur efni og draga úr þessari plastbókanotkun og þessu einnota plasti sem svo mikið Þannig að plast ágætt þegar það endurnýtanlegt eins og plastbox og svona, en leiðið þetta orðið einnota, þá bara endurvinnslan meiri þörf á henni þar. Algjörlega. Eins og segir, plast ágætt til síns bruks en á ekki heim út í náttúrunni. Hvað var það flokkun á plasti og virðast rosalega margir svona vefja þetta fyrir sér? Plast í svo mörgu mismunandi formi og fólk áttar sig ekki endilega hvort að þetta sé plast eða ekki. Hvernig ertu með einhverjar ráðleggingar eða hvað það varðar? Já, þetta alveg rétt að vera. Plastið svolítið flókinn flokkur og það til marga tegundar af plasti og það sem að gera það líka erfiðara í endurvinnslu að það gengur illa að endurvinna mismunandi flokkar saman. Já. En hins vegar viljum við ekki koma þeim vandamálum yfir á fólki sem að flokka, þannig að viljum við bara fá plasti til okkar eins og í grænmetistunna, þá má fólk setja allt plast í grænmetistunna, sama hvaða merkið það ber eða hvaða tegund það og síðan það flokka í sundur og aðgreint hjá okkur. Nú, það kannski spurning með, eins og við fæum mjög oft spurning kaffipakka. Þetta plast eða ál eða hvernig það vegna þess að það svona álfilma innan á eins og plast utan á og það ágætt að miða við það að þetta sé plast ef við getum krumpað það saman og það springur svona út aftur. Þá það öllum líkindum plast. Ef þetta væri ál eins og bara álpapír þá helst hann bara saman í kúlur. Já, og eins eða væri pappír eða eitthvað svoleiðis. Já, nákvæmlega. Það auðveldara að aðgreina milli plast og pappa heldur en þessum samsettu umbúðum sem geta litið út eins og álfilma eða eitthvað. Já, frábært. Takk fyrir þetta. Sömuleiðis takk. Þetta var Heimilið. Svona leit það út að þessu sinni. Endilega sendi okkur ábendingar efnistök þáttarins og það sem betur má fara hjá mér við stjórn og umsjón þessa þáttar. SER hjá hringbraut.is mitt netfang. En þangað til í næstu viku hafið það sem allra best og farið vel með heimilin ykkar.